Önsirlegt eitthvað þröngt þetta gat. Að ég var að láta stækka þennan glugga svo ég komist nú almennilega fyrir. Maður geti bara orðið fastur hérna. Jæja, séu sig Guð. Og 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Jæja, fáið ykkur nú sæti, krakka mínir, og látið fara vel ykkur. Því að nú sko byrja stundin. Og þið fáið margt skemmtilegt að sjá og heyra í dag. Nei, þarna sýnist mér hann Kalli vera mættur til leiksjá. Það verðst að sjá hvað hann að bralla. Af hverju kemur hann Palli ekki? Hvar hann eiginlega? Nei. Hann er að Kalli. Þarna kemur hann. Ég ætla að stríða hann svolítið. Góðan daginn, Kalli, alltaf skrópar þú í skóla. Skelfing að sjá þig með þetta bólna nef. Nef? Fannstu kannski upp á því í helli dembar hjóla. Var stressilega blautur og fekk svo rokka Þetta var aldrei hvað. Því gera sér upp veikindi, þeim verður alltaf kært. Sem vita að þeir kunni neitt og geta ekkert lært. Geti ekki lært? Nei, þú alveg fellur auð. Heyrðu Palli, rólegur vinur og taktu nú eftir. Nú, hverju þá? Sjálfur ertu, svei mér þá í steik. Þú eins og gúllas. Verum heldur vinir, verðum eins og hinir. Skellum okkur beint í boltaleik. Það er ekkert gaman að því. Heyrðu, kom heldur að kveðast á. Kveðast á? Hvernig er það? Nú, sko, þú byrjar til dæmis á að koma með einhverja vísu og svo tek ég við og þá verður, sko, síðasti stafurinn í vísunni þinni, sko, fyrsti stafurinn í vísunni minni. Skilurðu? Já, ég held það. Já. En ég vil heldur syngja mína vísu. Kannski má kalla þetta að syngjast á. Og alltaf þarf þú að vera með einhverja stæla. Allt í lagi, sagði mér. Ég komst upp í Hallgrímsturn hérna daginn og helling af borginni fékk ég að sjá. Í smástund mig eitthvað þó angraði maginn, en allt það mér gleymdist hjá því sem ég sá. Og víst á í fyrsta sinn vitraðist mér að verður allt smærra ef hátt maður fer. Ralalalala, ralala, ralalala, ralalala, ralalala. Þú orðið loftrættu greið. En, heyrðu, sko, nú ég að byrja á A. Og því að þú þurftir endilega að bæta þessu tralalala þarna aftafi, sko. Hlustaðu. Að hræðslu púki ert. Ég hræðslu púki? Það hefði ég alltaf sagt. Já, þig betur hefði mamma í bólið því að lagt. Ef svona peyjar príla, þeir pottþétt veiða sig. Hauk. Jú. Þá gegnir öðru máli garpa eins og mig. Mig? Já. M-I-G. Mín vísa á þá að byrja á G. Alveg rétt. Og hér kemur hún vinurinn og haltu nú fast. Já, ég skal hlusta. Allt í lagi. Grínið þitt ei gæðjast mér, gleymdu bara ekki. Heyrðu. Aðeins strákur stríðin og stundar tómar hrekki. Enginn verður vinur hans, við hann tala fáir. Þó get orðið gleði manns, gulir jafnt og bláir. Þetta alveg hárrétt hjá Kalli mín, fyrirgefðu. En heyrðu, þín vísa endaði á bláir. R. Þá eru mín að byrja á R-i. Hlustaðu, núna. Nú það flott að vera. Þetta reyndar reiðstu samt ekki mér. Að klettast bara svo gaman. Fara nú víst ég vinur, ef þú til að lifa og leika okkur saman. Ralalalalalalala, ralala, 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 ralala. Palli, Já. ætlum við alltaf að vera vinir? Já, Kalli, þú ert besti vinur minn, þú veist það. Þú ert líka besti vinur minn. Já, ég vissi alltaf. Sjáu þið krakkar, hérna eru 3 litlar mýs. 1, 2,
3. Hvað stendur eiginlega til? Fundur hjá ykkur eða hvað? Þetta allt út af kettinum. Veistu, Helga, það komið nýr köttur í Kærabæ. Nýr köttur? Og hann eitthvað að stríða ykkur? Meira en það, hann ætlar að éta okkur með húð og hári. Hann sagði það. Heldur að við gætum kannski sett á hann bjöllu. Bjöllu, ég hræddi að það geti orðið erfitt. En á ég ekki bara að tala við hann? Já, gerðu það. En mís, nú veit ég hvað við gerum. Langar ykkur ekki til þess að hlusta á dýravísurnar hans Jónasar Árnasonar? Þær heita Syngjandi hér, syngjandi þar. Heyrðu, Helga, eru nokkrir kettir í þeim? Við viljum enga ketti. Ég þekki hann Jónas og ég trúi því ekki hann sé að skrifa ketti. Ég geti aldrei trúað því upp á hann. Nei. Ég verð að viðurkenna eitt fyrir ykkur. Ein vísan kött. Og ég sko farin í holuna mín aftur, bless. Hvernig getur hann Jónas gert okkur þetta? Eltir þessi köttur mís? Nei, hann eltir ekki mís. Og hann étur bara smákökur og rjómaís. Ó, það köttur við mitt hæfi. Bara ég væri nú allir svona, ha? Heyrðu, við kunnum vel lagið. Munið ekki? Jú, býttu, hvernig var það aftur? Ég man alveg, það svona hérna, syngandi hér, syngandi þar. Já, alveg rétt. Syngjum það saman fyrst. Já, við syngjum það öll saman og eftir þá ætla Palli og Kalli að sýna okkur ýmsar tegundir af skipum og bátum. Allt í lagi og 1 og 2 og 3. Syngjandi hér, syngjandi þar, syngjandi geng ég allstaðar. Sí og æ og sí, aldrei fæ ég nóg af því. Einu sinni ég átti kú, einu sinni ég átti kú. Hún sagði ekki mö heldur bababú, já býsna skrítin var kýrin sú. Syngjandi hér, syngjandi þar, syngjandi geng ég allstaðar. Sí og æ og sí, aldrei fæ ég nóg af því. Einu sinni ég átti geit, einu sinni ég átti geit. Þú fékkst aldrei til að fara á beit, því feimin hún var og undirleit. Syngjandi hér, syngjandi þar, syngjandi geng ég allstaðar. Sí og æ og sí, aldrei fæ ég nóg af því. Ég átti hrút og hann var grár. Ég átti hrút og hann var grár. Svo skipti hann lit og eftir ár, hann orðið var næstum því fjólublár. Syngjandi hér, syngjandi þar, syngjandi geng ég allstaðar. Sí og æ og sí, aldrei fæ ég nóg af því. Ég átti líka hund sem oft svaf fast. Ég átti líka hund sem oft svaf fast. Og þegar ringdi og það var hvasst, þá fékk hann alltaf gigtarkast. Syngjandi hér, syngjandi þar, syngjandi geng ég allstaðar. Sí og æ og sí, aldrei fæ ég nóg af því. Ég átti klár sem kappi hét. Ég átti klár sem kappi hét. Og ef ég hnapp minn á hann lét, hann út af lagðist og stundi og grét. Syngjandi hér, syngjandi þar, syngjandi geng ég allstaðar. Sí og æ og sí, aldrei fæ ég nóg af því. Ég átti fugl sem í búri bjó. Ég átti fugl sem í búri bjó. Hann aldrei söng, jafnvel ekki þó, að undir væri leikið á píanó. Syngjandi hér, syngjandi þar, syngjandi geng ég allstaðar. Sí og æ og sí, aldrei fæ ég nóg af því. Ég átti kött sem var klókur og vís. Ég átti kött sem var klókur og vís. Hann var andvígur því að eltast við mís, en át bara kökur og rjóma ís. Syngjandi hér, syngjandi þar, syngjandi geng ég allstaðar. Sí og æ og sí, aldrei fæ ég nóg af því. Heyrðu, Kalli, hérna, eigum við ekki að sýna krökkunum bátan sem við vorum að búa til? Jú, við skulum gera það. Og svo skulum við fara með hann á höfn og sýna þeim öll stóru skipin. Já, við skulum gera það. Stolt siglir veginn mitt, sól sjónum á. Sterklegur skrokkurinn vaggar til og frá. Líf okkar allra og limið það ber.
sjó, hvert sem það fer. Stolt siglir fleyið mitt, stór sjónum á. Heyrðu, Palli, Já, ég að hugsa að vera skipstjóri þegar ég var stór. það kannski að skipstjóra hann á þessum hana. Ég bjóð þennan til sjálfur. Vá, hann er næstum eins og varðskip. Ekki kannski alveg, Kalli minn. Þegar ég bjóð til hennar litla. Já, hann er ekki sem verstu, Palli, ha? Nei, hann er fín. Sérðu, Og Úlfur frændi þennan hjálpaði okkur smíðu- að smíða þessa. Já, við smíðum þennan saman. Nú er þetta hann, ég held að þetta sé sem Úlfur hjálpaði okkur með. Já, Óli hjálpa okkur með þennan. Sérðu, þennan, manstu, ég málaði Þessa þennan. skútu bjó ég til. Já, ég málaði hann, manstu ekki? Já, ég bjó til seglið. Já, Sér hann? já, Rosalega siglir hann flott. hann er flottur. Ha? Hann er svakalega flottur. Æðislega flottur. Og hann voða vel málaði hjá þér líka. Veit það ekki? Jó. Það vona að málingi fari ekki af honum alveg strax. Nei, hún tollir ekki vassalt. Jó, á að vera svo leið. Nei, heyrðu, hann er að stranda. Ah. Ó, æ, 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 ég æ, æ, klestir æ. upp í klettana. Ah. Æ, hjálp, Bara, hjálp. Ó, sérðu. Nei. Ó, Ó, æ, þarna steinláan maður. Æ. Úff. Nei, og þarna er aðal flegið okkar maður lifandi hvað hann er fallegur. Já. Og hvað hann liggur vel. Og þetta er sko bátur sem segir sex, sko, ha? Hann er nú líka fjartýrður. Heyrðu, og þetta er nú einu sinni svona hraðbátur, ha? Vinn. Alveg rosalega bátur, mann, ha? Vá, hvað hann er flottur maður. Stolt siglir fleyið mitt, stór sjónum á. Sterklegur skrokkurinn vaggar til og frá. Líf okkar allra og limið það ber. Langt út á sjó, hvert sem það fer. Stolt siglir fleyið mitt, stór sjónum á. Stormar og sjóinn því grandað ekki fá. Við allir þér unnum þú ást okkar á. Ísland við nálgunst nú frá. Ísland, gamla Ísland, áskær fósturjörð. Við eflum þinn hag, hvern einasta dag. Í stormi og hríð, hvert ár alla tíð. Stolt siglir fleyið mitt, stór sjónum á. Nei, sjáðu þennan maður. Þetta er líka sko alvöru hraðbátur, ha? Og þessi er ýmist notað sem skemmtibátar eða fiskibátar. Já, mástu hvað var gaman þegar Guðmundur skipstjóri og María dóttir hans leiði okkur að fara eitt hring með bátnum? Já, Hann er alveg rosalega flottur. æðislega alveg, ha? Sérðu, sérðu hann er hann, í stýrið. Ha, og núna ætlar hann að leggja að bryggjunni, sko. Ha, býttu bara að sjá, vá, keiriði á maður. Alveg felluður, ha? Stormar og sjóinn því grandað ekki fá. Sjáðu, hann er lítill fiskibátur á fleigi. Heiðu, og þarna er björgunarskipið, eða svona hjálparskip. Já, nei, og 9 dráttabátarnir. Já. Vá, Kalli, sjáðu með þetta er bara svo skógur, ha? Já, eins og skógur af fiskibátum. Já, En veistu hvað, Palli? Ja. Að þeir eru flestir úr plasti. já, ég vildi eiga eitt svona. Mm. Það er svo svakalega flottir. Það er alveg sama á þessu plasti. Ó, hann er loðrumskip, sérðu? Já, og þarna eru togarar Já. og skuttogarar. Já. Og sjáðu, Það er æðislegir, ha? Vá, hvað er fallegir þessi hvalbátar, maður, ha? en veistu, Palli, Ja. að hvalbátarnir eru einu gufuskipin í dag. Já. Og þarna lengst upp í tunnunum, Já. þar standa hvalveiðimennirnir og svipast eftir hvalnum. Alveg rétt, já. Vá. Nei, heyrðu, hvað er nú þetta? Hei, varðskip, herskip. Varðskip. Vá, sjáðu, Kalli. Ha, Hvað heitir nú aftur varðskipin okkar? manstu það ekki? Nú, það er hann Óðinn og hann Týr Og Ægir. og Ægir, já. Já, þetta er Týr. Þetta er Týr, já. Þetta er Týr. Heyrðu, míslur mínar, eigið allar heima hérna í Kærabæ? Nei, ég á heim út í skóginum hérna rétt hjá. Og núna á ég heima hjá honum Lilla. Og ég á heima niður í bæ. Ég er nefnilega bæjarmús.
Ó, ertu bæjarmús? Hvar áttu heim í bænum? Niður við tjörn, hjá leikfélagi Reykjavíkur, undir sviðinu. Og ég hef komið þangað og það er alveg ofsalega skemmtilegt. Hvað ertu að segja? En skóamús, Já. hefur þú aldrei komið í bæinn? Jú, ég hef líka oft heimsótt hana bæjarmíslu og verið hjá henni í hólun hennar undir sviðinu. En bæjarmús, þú ert eiginlega leikhúsmús. Já. Hefur þá ekki séð nýja leikritið þeirra hjá leikfélaginu? Jú, oft og margsinnis og ég hef séð flestar æfingarnar. Er það? En vitið, ég ætla einmitt að fara að sýna atriði úr leikritinu. Og þetta leikrit, það heitir... Ég veit að það heitir... Það heitir Ferðin á heimsenda. Ferðin á heimsenda? Já. Hvernig er hægt að komast á heimsenda? Já, hvar ætlum að lendi, ha? Ætlum að dett ekki bara niður á sviðinu. Þið verðið að fara á sýninguna til þess að komast að því. En þetta leikrit, það er hópvinna unnin í leiksmiðju af leikstjóra, leikurum, tónlistarmanni og leikmyndahönnuði. Og þá er leikritið samvinna þeirra allra. Já, einmitt. Og leikstjórinn, þá er hún Ásdís Skúladóttir. Já, og henni til aðstoðar Margrét Árnadóttir. Og Alveg rétt. leikritið er eftir henni Olgu Guðrúnu Árnadóttur. Já. Mynd og búningar eru eftir Hlín Gunnarsdóttur. Þið vitið þetta bara allt saman. En þið glemduð einu. Nú? Þið glemduð tónlistinni. Já, hún er saman að Soffíu Vaksdóttur. Og eitt get ég sagt ykkur merkilegt Já. og taki nú vel eftir. Hvað er svona merkilegt? Ferðin á heimsenda er síðasta verkið sem æftur upp á sviði í gamla góða Iðnó. Já, þetta er alveg rétt hjá þér. Þetta er síðasta frumsýningin hjá leikfélagi Reykjavíkur í Iðnó. Þeir eru nefnilega að flytja og vitið þið hvert þeir flytja? Nei, segð okkur það. Í Borgarleikhúsi. Já, ég vissi það. Ég ætla nefnilega að flytja með þeim. Já. En nú skulum við sjá atriði úr þessu leikriti Ferðin á heimsendar. Já. Ég er glaður galdrakall, batteri og batteræ, gott er að vera svona snjall, batterættirúlelalurei. Svona snjall, gott er að vera svona snjall. Skotta, aldrei hefði ég trúað því að þetta yrði svona auðvelt. Eins og að reyta hænu. Stelpuræksnið var alveg í rusli. Algjöru drasli. Eftir 3 daga eru álfaskrípin búin að vera. Þá næ ég í galdrabókina og svo verður galdraveisla í Dimmaball. Hendin verður sæt. Þú sendir litla púka í heimsókn til þeirra. Já, græna og rauða með horn og hala. Og Skotta, þetta er næstu því og gott til að geta verið satt. Þú ert með gripinn, meistari. Hugsaðu mér okkur tókst það. Ég verð að kíkja á hann einu sinni enn til að sannfæra mig að þetta sé ekki bara draumur. Í þessum háfi liggur framtíð mín. Skotta, þetta er ekki rétti tíminn fyrir brandara. Hvar er draslið? Hvað gerður við gripinn? Svona látti mig hafa hann eins og skot. Ég hef ekki snert hann, meistari. Ég er blásaglaus. Þú varst með hann í hafnum. Þú lítur af að týnt honum. Týnt honum? Týnt honum? Já, týnt honum. En hvar? Hvernig? Hann lá hér í hafnum alla leiðina. Meistari, það er ekkert í hafnum. Ég sé það, fíflið þitt. Nú er allt glatað, glæsilegur galdraferill farinn í hundana. Ó, mig auma. Ég lít aldrei framar glaðan dag. Líf mitt er í rúst. Og amma verður óð. Æ, meistari, ekki fara í rusl. Einhver staðar hlýtur gripurinn að vera. Látum okkur sjá. Við fórum til vinstri, yfir fjöllin 7 og dalina 7 og vötnin 7 og svo komum við á ánni. Einhver staðar á leiðinni rifnaði háfurinn. Skotta, komdu með kúluna mína. En við týndum henni, meistari. Ekki álfakúluna, bjániðinn, galdrakúluna mína. Galdrakúluna! Hérna er hún, meistari. Ég ætla að reyna að sjá hvar við mistum gripinn. Snjöll hugmynd. Segðu mér, galdrakúlan góð, hvar við mistum geislaglóð. Sérðu eitthvað? Já, Hvað? ég sé fingraför.
Fingraför, en dularfullt. Hvað táknar það? Það táknar að þú hefur ekki pússað kúluna nógu vel, trassinn þinn. Ég skal pússa hana. Ég pússa hana sjálfur. Ég ætla að reyna aftur. Segðu mér, galdrakúlan góð, hvar við mistum geislaglóð. Sérðu eitthvað? Já, ég sé stóra á með mörgum steinum. Hávaxinn myndalegu maður að stikla á steinunum. Mikið þetta glæsilegu maður. Hver getur það verið? Það er ég. Er ég hana líka? Má ég sjá mig? Burt með fésið. Hávaxni myndalegi maðurinn með háfum öxl. Hann tekur undir sig fjaðurmagna stökk. Háfurinn rifnar og úr honum dettur geislaglóð. Þannig var það sem sagt. Jæja, við drífum okkur strax á stað í veiðiferð. Við hljótum að geta fiskað hann upp. Bíðum við. Á árbakkanum neðar í dalnum eru þrír Hrafnar! Hestar! Litlir grísir! Hegiðu, skotta! Á árbakkanum neðar í dalnum eru þrír litlir og ljótir ferðalangar. Hvað eru þeir að vasast? Ó nei, þeir veiða gripinn upp úr ánni. Þeir taka hann. Þeir fara með hann. Hvað ertu að segja? Þjófar, ræningjar, látiði gripinn minn í friði. Nú hurfu þeir. Hvert fóru þeir? Ég skal finna þetta ræningjahyski. Hókus pókus, fíli rókus, þremenningar kom í fókus. Ó, ekki glæta. Hós pós, fíli dós, þremenningar kom í ljós. Ekkert nema truflanir. Hvers slags drasl þetta eiginlega? Bara ef ég hefði haft galdrabókina mína þá